Velkomin í podcastar, hann hlæjandi Arnar. Góðan og blessaðan daginn, gott fólk. Við í dag erum að fara að gera með mótihjól í, Seinni heimsstyrjöldinni. er það ekki bara? Já, það hljóma vel. Þegar var ekki heimstyrjöldin að byrja, þegar seinni heimstyrjöldin byrjaði þá hvað, 1939, Jó, ég held að. 1. september. Ætli það ekki? Jú, Amerikanar elskuðu mótihjól Já, og það var ekki, hermennin líka, sko. Harley Davidson sem var náttúrulega vinsælast, kom samning með ameríska herinn. eins og fólk gerir. Já, alltaf gamla fólki sem á Harley Davidson, sko. Við elskuðu Harley Davidson í stríðinu og elskuðu það ennþá. Já, það er nú reynda bara gamalt fólk á Harley Davidson þessa dagana, en Ég held að flestir nú Kawasaki og hvað annað fyrirtæki. Kínversk líka. Kínversku er alltaf að taka yfir. já, Við vorum alltaf, já, ég var á kínversku, þú varst á hverju líka kínversku. já, En Harley gerði góð hjól og þau voru aðalega samt notuð, sko, bara fyrir ekki fyrir framleitið, aðalega bara fyrir herinn, síðan var markaðinn stærri þegar þegar hermennirnir hættu og fóru að hætta að berjast í seinni heimsstyrjöldinni, sko. mótorhjólin voru mest notið til að koma, þú veist, hermannum frá A til B, skilurðu. Já, milli staða til dæmis, ef ykkur er neyð þá er kannski betra að fara á hjól sem kemst á 100. Já, Málstaðar með eitthvað smá lítinn búnað, staðar fyrir að taka risa bíl sem þú sést mikið í og svona, sem er mjög hávært eða eitthvað. Harley Davidson er svolítið hávært. já, það er samt ekki jafn hávært og mikið af hjólum sem að ég hef heyrt, sko. Já, ok, það er svona dýbrahljóð eða ekki? Jú. Jú, það dýbrahljóð bærast aðeins lengra eða samt ekki? Já, Jú, ég held það. En ætli það ekki bara? var ekki bara svo sem Harley Davidson bara eitt af þeir betra? Já, Jú, samt, var ekki, það var þýsk herinn byrjaði að herma eftir Harley Davidson og tók Harley Davidson hjól úr tók úr já, eins og Arnar segir, eitthvað, hann er alltaf hlæjandi. Þessi Arnar hlæjandi er alltaf að hlæja. heyrðu, það er gott að hlæja, það gefur manni gleði. 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 Hvað gerir maður án þess að vera glaður? Það voru eitthvað í kringum 90.000 mótorhjól gerð af Harley Davidson sem að voru Hvað lestu? gefin úr, þú veist, gefin til hvað heitir þetta? Herinn í Ameríku. Ameríska herinn? Já. 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 Þú ert svo algjör, sko. En BMW gerði mótorhjóli með seinni heimsstyrjöldina. Já, hvernig fór það? Þau voru ekki nógu vinsæl, þannig þau hermdu eftir Harley Davidson og tóku eitthvað Harley Davidson hjólhús sem var skilið eftir og rifuðu sundur og ég veit ekki hvað og hvað. Ég býst við að það væri svo sem ágætt, sko. Indian var líka stór partur af þýska og, ameríska herinn. Indian var samt ekki eins og vinsælt.
Saman tíma sko. Já, Harley Davidson var bara mest á svona notað og þú veist, hvað segir maður? Já, þau biluðu lítið líka, þú veist, Já, það var létt að gera við og partina algengir og þú veist, það var nokkuð ódýr líka, ef maður rétt. En svo fyrir þeim skipti það ekki mikil máli, sko, hversu dýrt þetta er. Eiga billjónir í þetta, sko, fyrir að maður hefur. Svo þetta er smá pólitískt, en þetta er smá út fyrir efnið, en ég þóla það ekki. Staðið fyrir að eyða billjónir, trilljónir vel í herinn, af hverju ekki að gera heiminn betri? segi ég það nú. Þú veist, bara að eyða pening í einhver mótorhjól er ekki jafn mikilvægt og að til dæmis stoppa bara, Stríð, já, við erum mjög góð að byrja stríð en ekki mjög góð að enda þau, já, við manneskjur. Við höfðum allt og alla. er rosa satt. Það við erum smá eins og við sem villidýr og við erum villidýr reyndar. Það er við getum alveg sagt það sko. Harley Davidson var til dæmis amerískur framleiðandi, var það ekki? Jú. Með minni þá. Já. Til dæmis amerískur framleiðandi og við vorum alveg nokkuð skýr á því. Já, Ég held að podcastið okkar er bara búið. takk fyrir okkur. Já, svoleiðis. Takk fyrir að hlusta. Og við segjum bara það gott í dag.